Hérna Mummi að drullumalla. Hvað ertu að drullumalla, Mummi? Ég að drullumalla eina kálingu. Já, segðu okkur hvað þú ert að gera. Glasfíber. Já. Forsteift mót. Já. Epoxy. Okidoki. Og pensil. Yes. Svo er ég búinn að smyrja mótið vel og vendilega á vaselíni. Svo það festist nú ekkert við. Svo er ég búinn að smyrja vel og vendilega af epoxy. Svo legg ég glerfíberinn hérna á. Maður sér hvernig hann byrjar að sjúga í sig epoxyið. Svo er það bara gamli góði pensillinn og vel af epoxy ofan í þetta líka. Og reynir að hafa ekki loftbólur, þannig að það er náttúrulega að sjást á kálingunni. Þá þarf maður að fylla upp í þær. Jæja. Þá er komið að því að reyna að ná kálingunni hérna úr. Stund sannleikans. Já. Það verðist nú smjúga þarna á milli. Já, það virðist gera það. Það virðist nú ekki vera límt hérna við mótið. Gera við. Svo er það bara komið. Svo þarf bara að þrífa þetta upp og skera þetta til og pússa upp í eða fylla upp í og pússa þetta til. Nánast búið bara. Ekki svona. Hérna er Mummi búinn að skera niður alveg fullt af límböndum. Hvað í fjandanum þetta að gera? Það er að maska. Ertu að maska? Svona setur það í grímu og gengur á milli húsa og heimtar gotteri? Japp. Ég skil. Það er að maska hérna kálinguna. Já, ég hef verið svona krossar á henni. Já, það hefur verið krossar á henni. Og hún breytist úr þessu hvíta fíneríi. Það hefur verið svart og hvítt fíneríi eins og er þarna. Já. Ég er sem búinn að gera hérna á kálinguna pingu litla merkinga með blýanti sem ég nota svo sem viðmið þegar ég er að setja maskið á. Þetta er metin, þessi staðsetning á punktunum með vandlegum mælingum. Svo bara einfalda límt eftir. Eða flókið eftir hvernig það gengur. Það er allt í steik þegar að kviknar á myndavélinni. Já, það ekki? Já. Þú ert svo handlaginn þegar myndavélin er ekki í gangi? Já, þú getur vitnað það. Já, já. Segja það. Nice. Já, Mummi. Sýndu okkur nú hvernig þú skerðir þetta. Já. Breytast einhvern myndavélaklúkur. Já, já. Skeri hérna þar sem að það mætast. Scary. Very scary. Þetta er scary movie. Já. Hvað setur mikið þrýsting á hnífinn? Afskaplega lítinn. Ég er í rauninni bara að merja límbandið. Það er alveg nóg til þess að taka þetta svo. Oh my god. Og þó að ég myndi óvart beita aðeins og miklu þrýstingi, þá gerði það ekkert til. Ég er að fara að mála yfir þetta. Það myndi bara fylla upp í málningin. Þá verður þetta svona. Sér hvernig límböndir mætast hérna. Svo sýnir okkur hvernig þú spreyjar þetta. Já, svo sýni ég ykkur það næst.
Jæja, hvað ertu nú með í höndunum? Núna er ég með, Þú bjóst í vitlausri sperrli. Hleðsla? ég er með skala svarta málingu og ætla að smetla henni hérna á kálingunni hjá mér. Hvað þýðir hún skala svört eins og segir? Það þýðir að það er búið að blanda rauð og hvít út í hana til þess að það sé ekki alveg kolsvart. Það lítur ekki vel út. Það er allt og svart. Það sendur á hílum, sko. Þetta er byggilega stór höfðum. Já, Mummi, Já, hvernig gengur með kálinguna? kálingin er bara að vera tilbúin. Það að sína okkur? Já. Síðast þegar við skildum við kálinguna þá var hún alsvört með límbandi hérna. Og þegar ég kom hingað í kvöld þá reif ég límbandi af og veðraði pínulítið hérna yfir. Og hvernig er það brúnnar, er það fínar? Það er hvergi svona sipað undir brúnnar? Nei, ég fylgdi Dave Platt ráðum og límdi bara niður og tók með spaða. Nuddaði vel niður límbandið og gat þannig sleppt því að mála með eða spreyja með hvítu einu umferð. Jaha, Eins og maður gerir venjulega. ok. Og svo er komið fullt að drulla á hana? Svo er komið fullt af drullu, það er komið drulla hérna á hvítasvæðið að sjálfsögðu. Já. Svo svona smá drulla hérna, bara til að sýnast. Já. Og hnoðinn farin að poppa þarna smá? Smá popp í hnúðin. Þetta er ekkert smá flott. Já, svo bara eftir að setja glært yfir. Já. Líma gerfumótor á og svona. Og fest hana á Og festa á. Já.